Hei, Guðrún Bergmann hér, velkomin í þáttinn minn. Ég er farin að kalla þetta þátt í huganum því að ég er að koma inn aftur og aftur sem er bara frábært. En það er tvennt sem ég langar aðeins að fjalla í dag og annars vegar er það pláneturnar og ástæða þeirra og áhrif á okkur og hins vegar er það námskeið sem ég ætla að vera með 8. ágúst á Hótel Kríunessi. Það er svona einstags viðburður. En almennt hef ég haft hugleiðslur og annað þess aftar á Hlíð Ljónsins sem hefur verið kallað 8. dagur 8. mánaðar ársins eða 8. ágúst. En í ár er orkan mun magnaðri vegna þess að við höfum 3 áttur í rauninni í þessu, á þessum degi því að það er 8. dagurinn, 8. mánaðarins og svo er samtalan af 2024 er 8. Þannig að þetta er mjög öflugur dagur og mikil orka í gangi. Ég er búin að kíkja á stöðu plánetana þennan dag og hún er mjög jákvæð fyrir uppbyggjandi nýjan strúktúr í sjálfstæði okkar og innri styrk. Og það er auðvitað það sem skiptir svo miklu máli hjá okkur að við styrkjum okkur sjálf og sjálfar, því að ég er nú yfirleitt alltaf að tala við konur, og að lærum í rauninni, eins og ég segi, vera drottningar í eigin lífi, því að það er það sem að máli snýst um. En pláneturnar eru líka svolítið mikilvægar og sérstaklega núna út af því að Júpíter var að fara inn í tvíburan og í tvíburanum að þá verður hann til 10. júní á næsta ári. Hann er almennt í cirka 12 mánuði í hverju merki fyrir sig, þó það aðeins rúli til eða frá nokkrar vikur. Og það eru mikil umskipti sem fylgja því þegar hann er komin inn í tvíburan, vegna þess að tvíburun er svona tjáskiptamerki, svo það hefur mikil áhrif á í rauninni samskipti okkar, tjáskipti og annað þess aftar, og Júpíter kemur til með að víkka allt þetta út, þannig að það verður meira blogg og YouTube þætti og alls konar samskipti, lítil myndbönd á X eða TikTok eða hvað sem er, af því að fólk er að koma hugmyndu sínum á framfæri, auk þess með tvíburinn hann á eftir að hvetja okkur til þess að stíga fram í okkar krafti og að læra meira og í rauninni svala forvitni okkar með því að leita eftir upplýsingum víðar heldur bara úr bókum, og það til dæmis getur verið mjög fróðlegt að hlusta á fólk tala og segja frá einhverju. Þannig að tvíburinn hann kemur til með að örva þetta og Júpíter þenur þess að leita okkar að sannleikanum út vegna þess að það sem að Júpíter gerir er að hann kafar djúpt eftir sannleikanum og í rauninni bæði eftir ljósinu og skuggahljóðunum í hverju merki fyrir sig, og í tvíburunum þá náttúrulega getur það tengst samskiptum og skilaboðum og hefur okkur verið sagt rétt frá eða er eitthvað sem er dulið sem við ekki vitum og hvað þarf þá að koma upp í dagsljósi til þess að við fáum rétta mynd af hlutunum. Þannig að hann er mjög krefjandi, þessi Júpíter, en líka spennandi vegna þess að það fylgir honum velgengni og vöxtur og allsnægtir og í rauninni fylgir honum bara stækkun á hlutum almennt, og ef við hugsum og tengjum þetta við vitundavakninguna miklu og þær umbreytingar sem að gerast í heiminum, þá eru við að stækka. Það bara er þannig, og þess vegna er Júpíter hér til að hjálpa okkur í gegnum það, meðal annars með því að koma skilaboðum til okkar það á hvaða hátt við getum gert það og hvernig við lærum meira okkur sjálf og tenginguna við sálina okkar, sem er að gera kröfu að við fylgjum henni frekar heldur við höfum gert hingað til. Og það sem að Júpíter hvetur okkur til að gera í bámannum er líka að hugsa sjálfstætt og að gagnrýnt og í rauninni kannski ekki taka öllu sem gefnum sannleika bara út af því að einhver sagði það eða þessi sagði það, heldur að spyrja getur verið þetta sé rétt,
getur verið að það sé eitthvað annað sem skýrir þetta, hvert þarf ég að leita til þess að fá meiri upplýsingar til þess að ég sé með öruggar heimildir og annað þess að það áður ég móta mér skoðun. Og það svolítið merkilegt að hvernig skoðanir eru mótaðar og þær eru kannski mjög mikið mótaðar bara í gegnum skoðanakannanir eins og við erum að sjá núna í þessu forsetakjöri sem framundan en ekki endilega verið að kafa dýpra í það hvað hver að hafa fram að færa. Þannig að spyr ég, því það er stórmáli núna sko. Nú, Merkur og Venus eru í samstöðu þessa dagana við Júpíter og þeirri samstöðu geta fylgt alls konar ný tækifæri og heppni og jafnvel ástarsambönd eftir því hvar pláneturnar lenda í kortunum ykkar eða að lenda í 5. eða 7. húsinu, þá getur verið að ástarsambönd séu inn í myndinni, en eða að lenda einhvers þar annars, það getur að tengst fjármálum eða bara heppni og nýjum tækifærum á því sviði í líf ykkar. Venus og Júpíter, sko, það er svo mikið af plánetur sem að raða sér upp aftast í nautinu, svo það er svo marga plánetur sem eru í samstöðu og Venus og Júpíter eru líka í samstöðu við dvergplánetuna Setna. En hún á 1. gráðan í Tvíbura, nýkomin inn í merkið og áttir að vera þar í rúm 40 ár, svo hún eftir að lita mjög mikið í framtíð okkar. Og eitt af því sem hún að hafa áhrif á, það þessi hækkandi tíðni sem á jörðinni og þessi þörf okkar fyrir að finna hver stefna sálarinnar okkar, hvað komum við hingað til að gera og hvernig ætlum við að vinna úr því. Og hún líka, sko, við erum að leita eftir tilganginum, af hverju ég hérna, hvað ég hér til þess að gera. Og Setna í rauninni að hjálpa okkur að klippa á það sem við þurfum ekki lengur að hafa í lífi okkar og sleppa tökum á því, öllu því gamla, öllum þeim, hvað ég að segja, öllu því sem í rauninni hefur gengið í arf niður fjölskyldun okkar. Svo það gott fyrir okkur að horfa á fjölskyldusöguna og sjá hverju þurfum við að breyta og hvað það sem við ætlum ekki lengur að halda áfram að endurtaka í okkar lífi, í okkar mynstri. Og það mitt til dæmis eitt af því sem ég kem til með að vinna með á þessu námskeiði sem ég verð með 8.8. í Kríunesi. En Setna sko, í mýtunni þá misti hún fingurna og þegar hún sökk til botns í hafinu að þá umbreytust fingurnir í falleg sjáaldýr. Svo það gott fyrir okkur að gera okkur grein fyrir því að þegar við sleppum einhverju þá erum við að búa til tækifæri til umbreytinga því það getur þá eitthvað nýtt komið inn í líf okkar en ef við ríghöldum í allt það gamla að þá erum við föstar. Svo við verðum að vera tilbúin til þess að sleppa og sjá hvað við fáum í staðinn og treysta því að það sé eitthvað ennþá betra heldur en það sem við erum að sleppa tökum. Nú, Merkur hann líka í 30 gráðu afstöðu við Salacia, en Salacia ein af þessum dvergplánetum og hún var í mýtunni, hún nefnd eftir eiginkonu Neptúnusar sem var Salacia í mýtunni. Og það sem Salacia í rauninni að færa okkur þetta nýja og hækkandi ljós, þessi nýja tíðni sem við erum að fara inn í og hún birtist okkur sem svona ljósi sem merlar á vatni, hvort sem að degi eða kvöldi, frá sólinni eða frá tunglinu og í raun hún þessi táknar fyrir þessa ljóskóða sem að koma til okkar til þess að í rauninni hjálpa okkur að umbrýta líkamannum og hún líka táknar fyrir í rauninni ljósi sem í vatninu og hversu mikilvægt það að drekka vatn vegna þess að vatnið að hjálpa okkur í þessu umbreytingaferli sem við erum að fara í gegnum og það með vitund, vatnið með vitund og þess vegna hvet ég ykkur til að drekka vatn og þeir sem að ráðleggja mest tala 1 glas af vatni á
á klukkutíma yfir daginn með verum vakandi. Ég hef talað allavega að drekka 2 lítra vatni yfir daginn. Og það sem að ég geri ég sýði yfirleitt vatnið áður en ég drekk það og kæli það niður vegna þess að þá ég búin að hreinsa bakteríur úr því og svo drekki það kælt eða við stofuhita. Þannig ég hveti ykkur til þess að skoða þann möguleika. Nú, það sem að Salasia líka að hjálpa okkur til að gera að hún veitir okkur tækifæri til að sjá fyrir okkur, eða hún veitir okkur styrk til að sjá fyrir okkur ný tækifæri og meta þau og finna viðeigandi tíma hvenær við eigum að setja þau í framkvæmd. Og hún gefur okkur kraft til að taka stökkið yfir í umbreytingu, kannski eitthvað sem kemur þegar við sleppum tökum á því gamla, að þá kemur eitthvað nýtt inn og þá þurfum við að taka stökk yfir í þá umbreytingu og svo leyfa henni að þróast og það gerist allt í ferli. Því orkan hjá Salasia þannig sem eina þessum dvergplöntum þá fer hún frekar hægt yfir og í rauninni snýst leksían allt það sem lærist í ferlinu, í því sem við erum að gera. Salasia verður í samstöðu við norðurnáðina í byrjun júlí og norðurnáðan táknræn fyrir þá leið sem mannkynið í heild þegar það fyrir allan heiminn, þá það fyrir sem mannkynið á leið inn í framtíðina og norðurnáðan í hrút og í hrútnum hún táknræn fyrir sjálfstæði og það í rauninni sjálfræði og þann styrk sem við ætlum að vera með sem sjálfstæðir einstaklingar. Af því að í rauninni erum við það ekki og höfum ekki verið langa lengi. Svo sjálfstæðir einstaklingar, það er það nýja sem við erum að leita eftir. Og Salasia verður í samstöðu við þessa norðurnóðu, svo ef við erum að vinna í júlí, svo ef við erum að vinna einhverjum langtímaverkefni, þá allar líkur á að allt smelli saman eftir mánuð eða svo. Persónulega ég mjög glöð með það vegna þess að ég að vinna verkefni sem ætti að vera tilbúin í seinnipartinn í júlí, eða meðan júlí, eitthvað svoleiðis. Og af því að samstæðan á milli Venusar, Júpiters og Setna að örva okkur til djúprar sálarvinnu, þá námskeiðið sem ég verð með 8. ágúst svo frábær leið til að nýta sér vegna þess að ég kem til með að fara nokkuð djúpt í sálarvinnuna og kenninguleiði til þess að tengjast í rauninni sálar sjálfin í ykkur, öndunaræfingar og fjalla orkukóðana 7. Við getum ekki tekið á alla 7 á þessum eina degi, en ég kynni fyrir ykkur einhvern mikilvægasta þáttinn í því sem þið geti strax byrjað að vinna með. Og svo náttúrulega sumar og ég treysti því að veðrið verði þannig að það verði hægt að vera bæði innan og utandyra og við eigum eftir að fara í gegnum miklar umbreytingar á einum degi með gegnum hugleiðslur og hlátur og aha-augnablik og hvað annað. Og ég með sérstakt forskráningartilboð á þetta námskeið núna sem í gildi í dag, á morgun og á miðvikudaginn. Svo það upplagt að skella sér á það og taka einmitt frá daginn í dagatalinu því að hann einhvers staðar þarna held ég eftir verslunarmannahelgi eða kannski hann fimmtudag fyrir verslunarmannahelgi, svo þeir sem ætla að vera á innipúkanum eða vera í Reykjavík, það upplagt fyrir þá að taka þátt, en annars ekki mörg sæti í boði, svo endilega nýtið ykkur lekkin sem hérna fyrir neðan og skráið ykkur. Ég líka mjög þakklát fyrir öll like á myndböndin. Ég var rosalega glöð fyrir, ég held í gær þegar ég leit inn og sá það 77 sem hafa skrifað, hafa smellt á subscribe, það heitir það, í áskrift að myndböndunum mínu því að það vekur hjá mér mikla gleði þegar ég að ná til fleiri og það líka eykur möguleikann á því að myndböndin mín komi fram víðar á YouTube. Og ég sendi bara kærleik og ljós út til þín sem að hlusta og horfa og ég treysti því að þú frábæran dag og mundu að þú frábær. Takk.